Hæ Kristinn. Fyrst og síðast til hamingju með að vera leikmaður ársins. Já, takk fyrir það. Kom þetta óvart? Já, bara frekar óvart. Ég vissi alveg ég átti gott tímabil og allt það en kannski ekki svona gott og það er svona mjög skemmtilegt að fá svona viðurkenningu. Má kalla framfæri eitthvað. Þú ert miklu betri á þessu tímabili í þessu valsliði heldur þú hefur verið áður, ekki samanlega því? Jú, að einhverju leyti. Það er kannski líka bara svona sjálfstraust og leikmennir í kringum mig skilur sem gera mig miklu betri og að þetta tímabil og þú veist það er búið að vera svona auðveldara að koma sér í mín skot og svona varnarlega sérstaklega líka búin að bæta með helling. Já. En Íslandsmeistaratitill, deildarmeistaratitill, besti leikmaður, nýbakaður faðir, drauma ár fyrir þig sem að... Já, drauma ár og frábær maímánuður. Þetta er búið að vera bara, geggjað, algjör rússíbani en geggjað. Eldgömul spurningin, hún á alltaf við, ef þú ert valinn bestur í einhverju deild, þá er venjulega sagt að þú eigir ekki heima í þeirri deild, þú eigir að fara í raun og veru skrefi ofar. Ég þarf þá bara að spyrja Kristófer Eikóks á því, hann er búinn að vinna þetta örugglega 100 sinnum og ég fæ einhver ráð hjá honum. En ertu eitthvað íhuga fara á landi brott eða aftur það? Nei, það er náttúrulega alltaf option en mér líður drullu, það er bara ógeðslega vel í val og stefna að vera áfram þar. Kærar þakkir Kristín og til hamingju eftir með Takk fyrir. árangurinn. Takk fyrir.